Það ég, verið óhræddir. Pétur svaraði honum, ef það ert þú, drottinn, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesús svaraði, kom þú, og Pétur sté úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En hann sá ofviðrið, varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, drottinn, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hann og sagði, trú litli maður, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og þá lægði vindinn. En þeir sem í bátnum voru féllu fram fyrir honum og sögðu, sannarlega ert þú sonur Guðs. Það eru margir sem að þekkja það að óttast og finna jafnvel sig vera sökkva í trúarlífinu. En drottinn hann hjálpar okkur, hann réttir út höndina og hann styrkir okkur. Hann segir líka, hann hvetur okkur, hann brýnir okkur. Vertu hughraustur, ég hér. Og á þessari stund í dag og á þessu móti öllu þá þetta yfirskriftin. Vertu hughraustur, vertu styrkur. Við ætlum að treysta á drottinn. Amen. Það bjóð henni Maríu að taka við stundinni, lofgjörahópum að koma upp. Og ég hveti ykkur bara til þess að taka þátt af heilum hug, hvort sem þið viljið standa eða sitja, þá þið velkomin að taka þátt í að lofa Guð með okkur. Amen. Allir koma sér fyrir. Gaman að sjá okkur og velkomin. Við ætlum að lofa drottinn saman. Við ætlum að byrja á lagi sem heitir Halleluja. Ég var að rísa á fætur og lofa okkur saman. Hver til í það? Já, það eru 10. Já, það er aðeins fleiri. Gott að sjá ykkur á kvótamóti 2013. Ég hef búin að vera mjög eftirvæntingafull fyrir þessu móti og ég trúi því að Guð ætlar að gera eitthvað stórkostlegt á meðal okkar. Við hjörstum okkur allra. Við skulum fara inn í lofgjörðina með opinn hug og opinn hjarta, vitandi það að Guð er góður og hann hér mitt á meðal okkar, hann ávallt reiðubúinn að blessa þig og mæta þér. Gefum honum allt í lofgjörðinni. Halleluja, við elskum þig, Jesú. Halleluja.
orðin. Fæ ég amen við því? Amen. Hann hér mitt á meðal. Við heiðrum hann og við tilbiðjum hann. Því hann konungur konunga. Næst ætlum við að syngja ást drottins. Hún einstök, það engin ást. Það engin sem elskar eins og drottin. Hann elskar svo djúpt og svo breitt og hátt og mikið og innilega. Tökum á móti ást drottins. Ást þín hún einstök, stöðug traust og eilíf. Ást þín hún klettur sem ég stend á. Ást þín hún lyftir vefur og hjálpar þegar ég í nauðum ákalla þitt nafn. Halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt. Ást þín til kalla, dregur mig í faðm þinn. Ég finn hana vaxa, djúpt í hjarta mér. Ætíð til þín leita, dansa með þér faðir. Og nú vil ég lofa þig með þessum söng. Halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt, fylltu hjarta mitt. Halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt, 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 halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt. Ó, drottin Jesús, gefðu nýtt hungur, gefðu nýjan þorsta, drottinn minn, eftir þér. Þegar við syngjum fylltu hjarta með drottin, að við syngjum það heilum hug, ekki af hálfvolgum hug, drottin, eða af vana, drottin. Við syngjum þetta að við þörfnumst þín, Faðir. Halleluja, fylltu hjarta okkar, drottin minn, í dag. Fylltu hjarta okkar að kærleika þínum, Jesús. Við bjóðum þig velkomin, drottin, á þennan stað, inn í opin hjarta okkar, drottin minn. Þú ert heilagur og verðugur, heilagur og verðugur ert þú, drottin. Og við syngjum saman. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt, halleluja, halleluja, halleluja. Fylltu hjarta mitt. Halleluja. Það er dásamleg forréttindi að fá að syngja þetta. Drottin, fylltu hjarta mitt. Það var alltaf til betri bæn en að biðja drottin að fylla hjarta okkar. Halleluja, Jesús. Áður en að Hugrún kemur upp með nokkra tilkynningar til okkar,
Þá ætlum við að syngja saman Ég þig lofa, Júlíana. Hann þess verður vera lofaður. Drottinn lítur aldrei útlitið, hann lítur alltaf í hjartað. Halleluja. Jæja, ekki Hugrún næst? Halleluja. Minna á tónleika sem verða á sunnudagskvöldið. Miðasalan hafin. Frábæri tónleika, hvet alla til þess að koma. Muna 1000 koll fyrir þá sem greiða fyrir gistingu, 2 skall fyrir þá sem eru bara að koma á móti og bara tónleikana. Það frítt fyrir börn ef þið sitja í fanginu á foreldrum, en ef þið taka sæti þá þarf að greiða fyrir börn. Í kvöld klukkan 10 þá verður sporafundur fyrir þá sem vilja og er opinn öllum. Hann verður hérna niðri í barnasal. 10 í kvöld. Í bíósal, já, bíósalnum, fyrir ekki. 10, hálf 10. Það okkur fyrir ekki. Það vantar fleiri foreldra í barnagæslu í kvöld og yfir mótið. Þið getið meldað ykkur við þá sem eru hérna fyrir framan barnasalinn í gulum vestum. Ágúst,
frá Selfossi, ég man ekki hvað konan hans heitir, Kolbrún. Þannig að ef það eru til í að þjóna í barnastarfinu í kvöld, endilega að mæla ykkur mótið þau. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Það hefur verið smá svona stefna hjá Jesúkonum að slíta samkomur sem minnst í sundur. Þannig að núna kemur svona smá spjall hluti. Þannig að þið bara fá ykkur sæti og njótið aðeins. Ég ætla að bjóða hana Eydísi Bergundi hérna upp. Hún er nýr hópleiðtogi Jesústelpna. Jesústelpur eru stelpustarf undir Jesúkonum og þær sem eru 12 til 17 ára eru velkomnar þangað. Og Eydís var að taka við núna af henni Kristrúnu Brynju og við bara bjóðum hana velkomin í það og hún ætlar að gefa okkur vitnisburð. Gjörðu svo vel. Já, hæ, ég heiti Eydís. Ég er 25 ára og mér langar bara aðeins að segja smá vitnisburð minn. Líka því að samkoman er að óttast ekki. Og mér langar bara að deila því með að ég einmitt lifði á einu versi þegar ég frelsaðist. Það er fyrir 6 ár síðan. 6 ára, fljótt að líða. Þá byrjaði ég í biblíuskóla og það var mjög erfitt. Sérstaklega mér fannst allir vera svo fullkomnir í kirkjunni. Það mér fannst ég ekki alveg passa inn í. En ég lifði á einu versi. Ég skrifaði niður og hafði það hjá rúminu mínu og las það á hverju kvöldi. Og það er í Jósúabók 1:9. Hef ég ekki búið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttast ekki og láttu ekki hugfallast, því að Drottinn Guð þinn er með þér hvert sem þú ferð. Og ég bara lifði á þessu versi og ég er ennþá í dag. Og einhvern veginn í gegnum þetta kristna líf mitt, einhvern veginn að markmið ganga á. Og alltaf hef ég staðið bara með orðinu sem hefur hjálpað mér, eins og með þegar ég greindist með krabbamein fyrir 3 árum síðan. Að þá fór ég bara í gegnum veikindin vitandi það að Guð myndi lækna mig. Og ég hafði alveg aldrei áhyggjur af því. Og langar bara að hvetja ykkur líka að lesa orðið og trúa virkilega það sem stendur. Það hjálpaði mér og ég trúi að orðið er frá Guði og þetta er sannleikur. Og ég er bara spennt fyrir að taka við Jesústelpum. Trúi að Guð leiði mig bara að gera eitthvað skemmtilegt og uppbyggjandi með þeim. Og takk fyrir mig. Frábært. Merkilegt. Ég var að hugsa að opna stundina á að lesa þetta úr Jósúa. Það var svolítið í þeim kafla að það kemur 3 sinnum fram. Vertu hughraustur, vertu öruggur. Og alltaf á undan þá kemur eitthvað sem að Guð segir alveg eins og ég sagðist alltaf að gera þetta. Vertu hughraustur, vertu öruggur. Og svona stappar þessi í mann. Það bara verða að koma auglýsingar. Við erum svo framtaksamt fólk sem er alveg frábært hvað mikið er í gangi. Ef þið kíkið hérna inn í miðjurýmið, svo margt í boði. Þannig að ég ætla að fá aðeins að auglýsa, þannig að þið bara opna aðeins eyrun. Það er bás á leiðinni inn í barnasal, það sem er verið að auglýsa bók sem er verið að fara að gefa út, sem heitir held ég Manga Messias. Og það eru frekari upplýsingar þar og þetta er ótrúlega sniðugt, þetta er mjög fræg teiknimyndasería og þetta er sérst Jesú, hvort þetta sé bara hreinlega Biblían í svona teiknimyndasögu formi og það er hægt að panta sér eintak þar. Hérna svo inni það sem hátíð vonar er, það er hægt að fá þessu óbærslega fallegu armbönd til styrktar örkinni, þau kosta 2000 krónur og þetta er náttúrulega bara frábært að fá þessa hugmynd og framkvæmana. Þannig að ef einhver vill fá sér fallegan skartgrip og styrkja gott málefni í liðinu, þá getið þið gert það.
svo auðvitað verð ég að koma því að Jesú konur að gefa út bókina sína, dagbókina með biblíulestra áætlun í annað sinn. Þetta er ný áætlun, ekki svo sama og var í fyrra, þannig aðeins léttari þessi. Það er bara lesin 1 kafli til 2, 5 daga vikunnar og það verður líka hugleiðingar með hverjum kafla sem að birtast síðan á síðun okkar jesukonur.is og síðan líka í hóp sem við höfum búið til inn á fésbókinni sem að kallast könnunarleiðangur biblíuna. Hún kostar 1200 krónur, verður í jötunni hérna og hjá okkur. Hún seldist upp á Kotmóti í fyrra. Svo ég hvet ykkur til þess að næla ykkur í eintaka áður en að þetta klárast allt saman. Jesú konur, við rekum sjóð sem heitir 1000 gefa 1000 og hugmyndafræðin á bak við hann er að geta haldið mót og ráðstefnur ókeypis. Þannig að þeir sem vilja styrkja það starf, þið getið bæði keypt bókamerki hjá okkur fyrir 1000 krónur eða gerst bara stuðningsaðilar og þá fáið þið bara greiðslu inn á heimabankan og greiðið inn á þennan sjóð og getið þá annarkvort hjálpað öðrum sem eiga ekki fyrir því að komast á mót eða unnið að því með okkur að hafa mótin ókeypis. Það sem við gerum líka er að við erum með verkefni sem kallast Konur hjálpa konum, þar sem við vinnum að því að styrkja hópa eða einstaklinga hér á Íslandi og höfum líka gert það erlendis. Þannig að það er margt sem við getum gert til þess að lofa Guð með peningunum okkar. Með því að til dæmis að kaupa það sem að aðrir kristnir einstaklingar eru að gera fyrir gott málefni eða að borga 10, greiði fórn til dæmis, að margt sem við getum gert og þetta er bara eitt form af lofgjörð. Mér finnst alltaf svolítið gaman að hugsa til þess að í Lúkasi 8 þá segir að þeir 12, þeir fylgdu honum, Jesú, og með þeim voru margar konur sem að styrktu þá með fjármunum sínum. Þannig að Jesú konur hafa verið til í mörg ár og þær hafa viljað fylgja Jesú og þær hafa viljað þjóna honum með því sem þær hafa á þeim stað sem þær eru og stundum er það bara þannig að við getum blessað hann sérstaklega og hans starf með fjármunum okkar. Við ætlum núna að taka fórn fyrir þessum stað fyrir örkinni. Ég var að hugsa það í morgun, ég er með börnin mín og þau eru 4. kynslóð í minni fjölskyldu sem að nýtir þess að vera á þessu svæði. Ekki í þessu húsi vegna þess að amma mín og afi fengu ekki að njóta þess, en mamma mín og pabbi og ég og börnin mín og mig langar að sjá það að ég geti komið hingað með barnabörnin mín vitandi það að hér hefur verið byggt upp starf til þess að blessa Drottinn og ég hafi getað tekið þátt í því. Þannig að það er posi held ég aftast og það munu körfur ganga á milli og þetta er bara það sem við gerum. Nú ætlum við að fara bara inn í lofgjörð áður en að Gunna kemur og tala til okkar og þetta er bara fyrsta sem við gerum. Nú ætlum við bara að lofa Guð með fjármunum okkar og þeir sem að geta ekki, þeir gera ekki en við ætlum ekki að taka þá blessun af ykkur að fá að gefa. Þannig að Drottinn bara blessi ykkur og nú bara förum við inn í lofgjörð. Amen. Velkomin á þennan stað.
og við syngjum þennan ástarsöng til þín. Og ég veit að þú dvelur í lofgjörð þinna barna og við lofum þig og við heyrum þig og við syngjum þennan ástarsöng til Halleluja, Jesús. Það eru búin að vera bænastundir núna í 3 daga fyrir kvótmót hérna niður í kirkju. Við erum búin að vera að biðja, hittast og biðja 3 á dag og eitt af því sem við höfum beðið heitt og innilega Drottinum að gefa okkur, það er hans dýrð. Við þráum að sjá dýrð Drottins hér á þessum móti, hér á þessum stað og við ætlum einmitt að syngja þessa dýrð næst. Og mér langar svo að biðja ykkur að hafa þetta eins og bæn í ykkar huga þegar við syngjum þetta, að við erum að syngja að dýrðin sé hans og við áköllum hans og við biðjum að hann komi með dýrð sína yfir okkur öll hér í dag. Dýrðin er þín, þú hinn hæsti. Dýrðin er þín, þú hinn hæsti. Grýtur þú ert, konungur
í öllum, Drottinn minn. Guð, þú ert Jesús, Alfa og Omega, upphafið og endirinn, að eilífð ert þú, konungur konunga, drottinn drottnanna. Við lýsum því yfir hér í dag að þú ert dýrðarinnar Guð. Hér á þessum stað, Drottinn, himinin er opinn, himinin er opinn. Drottinn er reiðubúinn að mæta hverjum þeim sem er reiðubúinn að mæta Drottni. Halleluja! Dýrðin er þín, Jesús. Hátt upp hafið ofar himnum, hærri öllum, Guð þú ert. Allir englar og öll þín sköpun vitnar þín máttarverk. Dýrðin er þín, dýrðin er þín, dýrðin er þín, dýrðin er þín, dýrðin er sínum og mikilli dýrð, þar sem hann situr í hásætinu sínu. Halleluja, 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 við lofum þig. Halleluja, Jesús. Halleluja. Leyfðu bara Drottni að koma eins og læki lifandi vatn í hjartaðið þínu, í sálu þína. Eins og mildur vindur sem kemur og blæs inn í líf þitt. Leyfðu Drottni bara umvefja hjartað þitt, það sem þú ert. Halleluja, Jesús. Við lofum þig, við lofum þig. Við lofum þig, við lofum þig.
leggjast eins og hlýtt og notaleg teppi yfir okkur Drottinn minn. Með anda þínum og nærveru þinni, Jesús. Jesús, Jesús. Halleluja, Jesús. Lyftum upp nafnið þínu, Jesú. Því þú ert heilagur, hátt upp hafið í dýr. Ó, við lofum þig, elskum þig, Jesú. Komi andi þinn, fylli alla okkar veru. Heilagur, 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 Jesú. Ori balarara maseria balarara sí. Heilagur, Jesús. Við heiðrum þig og tygnum þig, Drottinn. Það snýst allt þig, Drottinn. Lífið á að snúast þig. Bara þig, Drottinn. Halleluja, Jesús. Ó, Drottinn minn. Halleluja, Jesús. Halleluja, Drottinn minn. Meiri elska, meiri kraftur, meira þér verði meiri elska, meiri kraftur, meira þér Ef þið hungrir og þyrstir eftir nærveru hans, hrópa þetta út frá hjarta þínu. Halleluja, meiri elska, meiri kraftur. meiri elska, meiri kraftur, meira þér verði meiri elska, meiri kraftur, meira þér verði
Hann okkar Guð. Við höfum enga aðra Guði að hafa nema hann. Það svo gott að syngja þetta út frá hjartanu að hann sé minn Guð, að ég og við tilheyrum honum. Þessum stórkostlega Guði sem engin takmörk eru sett. Það eina sem stoppar Guð að vinna að fullum krafti í lífi okkar erum við sjálf. Okkar hroki og okkar stolt. Ef við hleypum Guði algjörlega af, leggjum allt til hliðar og flegjum okkur í fangans, nákvæmlega eins og við erum, þá fáum við að upplifa Drottinn eins og hann þennan sanna Guð sem við tilbyrjum, þennan sanna Guð sem við fylgjum. Ef við flegjum okkur í fangans og gefum honum allt, þess vegna syngjum við: ég vil lofa þig af öllu mínu hjarta, ég vil lofa þig af öllu mínum huga og öllu mínum mætti. Hann á það skilið vegna þess að hann elskar okkur svo heitt. Halleluja. Flegjum okkur í fang Drottins. Flegjum okkur í fang Drottins. Hugsum ekki það sem náunganum finnst. Halleluja. Halleluja. Takk Jesus, takk fyrir yndislega nærveru Drottinn. Takk fyrir þín yndislega nærveru Jesus. Við blessa hana Gunn okkar Drottinn. Við blessa hana þegar hún kemur og talar orðið þitt, Faðir. Við smyrja hana með eldi að himnum ofan til þess að tala með krafti þín. Halleluja Drottinn. Halleluja. Gunna mín, þú mátt koma. Ertu þar? Amen. Góðan daginn. Ég heiti Gunnhildur, kölluð Gunna, og það heiður að fá að standa hérna í dag og geta fengið að deila frá hjarta mínu þar sem Guð hefur lagt mér í hjarta. Mér langar aðeins að misnota aðstöðu mínu samt sem áður, þar sem ég stend hér. Vegna þess að í dag eru 5 ár síðan að ég hljóp hérna á milli herbergja til að reyna að finna nettengda tölvu. Þetta var í þá daga þegar sem að sími var ekki nettengdur, fyrir 5 árum síðan. Það vegna þess að ég hafði eignast lítinn frænda og þau voru stödd í Svíþjóð og hann á sérst afmæli í dag. Og hér á mynd var systir mín að senda mér mynd. Hérna liggur hann, þið sjáu þetta örugglega ekki sko, þið getur fengið að sjá þetta eftir. Hér liggur hann á hangklæði á ströndinni með síma sér við hlið og er að hlusta á frænku sína. Til hamingju með afmælið Aron Leví. Vonandi getur haldið upp á afmælið á kvotmót á næsta ári, það verður nú gaman. En svona er tæknin, það er fólk út allan heim að hlusta, það er sko að vanda sig, hvað maður segir. En í dag, þetta er 16. kvotmótið mitt, það er 16 ár síðan, eða 15 árinni síðan ég byrjaði að koma á kvotmót árið 1998 og þetta ár gerðist mjög margt. Ég og Aron við byrjuðum saman,
Ég fór í trúboðsveit til Tyrklands sem byrjaði á því að fara til Frakklands og þar var Anna Sigga fyrir því óláni, að þurfa að sofa með mér í hjólhýsi í rúmi sem var svona 1,05 á breidd. Við þekktum hver aðra ekki neitt, sváum hérna alveg bara, hérna saman í rúmi alveg, skítrædda við hver aðra, afsakið, orðbræði. En ég ætla að tala ótta í dag og ég veit Anna Sigga ekki lengur hrædd við mig. Ég ekki hrædd við hana, hún yndisleg. En yfirskrift kvotmóts vakið, verið hugrökk og styrk. Daginn þá sat Aron, maðurinn minn, niður í stofu með son okkar, Pétur Berg, sem 8 mánuða. Og ég hafði farið upp með Hinrik Jarl, sem er 3 ára, eða 3,5 árs, og hann ætlaði að fara í náttföt, sem bara ekkert mál, hann fór bara í náttföt. Nema hvað hún langaði rosalega að fara í ljónabúningin sinn yfir náttfötin. Og ég leiði honum það að fara í ljónabúningin yfir náttfötin, af því við ætluðum að fara út að ganga eins með þá, áður en þeir færu svo að sofa. Heyrðu, Hinrik Jarl rosa ánægður með ljónagrímuna sína, samt sást í andlitið á honum. Og alveg, ég ætla að fara niður og sýna pappa. Svo labbaði hann niður stigann, rosa ánægður. Svo alveg, pappi, sjáðu! Og litli bróðan sem 8 mánaða sér hann og bara öskrar og fyrir að hágráta. Og eftir smástund kemur skeifa á Hinrik Jarl og hann fyrir að hágráta og allt í einu heyri ég, Gunnar, hjálp! Þá var ég uppi og Aron niðri með 2 grænjandi drengir sem voru báðir mjög hræddir. Þetta svona dæmi ótta, og þetta svona eðlilegu barnsótti og ýmislegt sem við höfum fengið að upplifa sjálf, við höfum verið hrædd ýmislegt. Ég og dóttir mín vorum í fyrradag að tala saman og ég var að segja að ég væri að fara að tala hérna á Jesúkonu samkomu og ég ætlaði að tala það í hvernig maður getur staðið gegn ótta. Og þetta mjög svona regluleg umræða á mínu heimili. Ef maður hræddur við eitthvað þá að gera að framkoma bara hlutin sem maður hræddur við og þá sigrast maður á óttanum. Þannig hún sagði, já, ok, ætlar þú þá bara að fara að segja fólkinu, ef þú ert hræddur við að fara í rússíbana, farðu þá í rússíbana. Ef þú ert hræddur við að fara í tífúlí, farðu þá í tífúlí. Og ef þú ert hræddur við að fara í flugvél, farðu þá í flugvél. Og ég hló bara og sagði, já, ætli það ekki. Mjög einfaldur boðskapur, þannig að takk fyrir mig. Nei. En ég ætla að koma með efninu. Sérfræðingar, þeir segja að við sem í raun einungis hrædd við 2 hluti þegar við fæðumst. Og fyrsta atriði það, við erum hrædd við að detta, og við erum hrædd við hæð, við erum hrædd við að detta niður, eða fall. Það síðara sem við erum hrædd við er að við erum hrædd við mikinn hávaða. Ef það kemur svona allt í einu svona óvæntur hávaði þá fara oft lítil börn að gráta. Þeim bregður og eru hrædd. En er einhver hérna inni hræddur við eitthvað? Nei, þeir eru náttúrulega, já, æðislegt, það er einhver hérna sem er hræddur við eitthvað. Er einhver hérna inni sem var hræddur við kóngulær eða, að ég kannski segja, er hræddur við kóngulær? Er einhver hérna sem var myrkfælinn sem barn? Já, mjög margir sem hafa verið myrkfælnir. Þegar ég var krakki og var komið með mitt eigi herbyggi, þá vildi ég alltaf hafa kveikt ljós á ganginum af því að ég var svo rosalega hrædd við að sofa í myrkri. Og ég er alin upp fyrir norðan. Er einhver hérna norðan? Já, fullt af fólki á norðan. Ég er alin upp á Grenivík sem er á Hjara veraldar, einhvers staðar fyrir norðan. Og muni eftir þáttunum Nonna og Manna. Já. Ég sem sagt horfði einu svona á Nonna og Manna þegar ég var krakki. Muni eftir þættinum ísbjörnina. Já, sumir muni eftir því. Ég var sem sagt að horfa á ísbjörnaþáttinn og nema hvað, þegar ég var búin að horfa á ísbjörnaþáttinn þá varð ég ofsalega hrædd að það væri ísbjörn á Grenivík. Og það var hús við hliðina á húsinu mínu, svona gamalt kaupfélagshús og ég ímyndaði mér alltaf að það væri ísbjörn þar inni. Og alltaf þegar ég labbaði framhjá þessu húsi, þá hljóp ég eins hratt og ég gat ef ég þurfti mögulega að fara framhjá þessu húsi. Af því ég var svo ofsalega hrædd að þar var ísbjörn. Til að bæta gráan og svart, þá einn daginn kemur ísjaki til Grenivíkur og ég er þarna bara og ég sé hann út stofugluggann hjá mér. Þannig að eftir ég þurfti alltaf að gera þegar ég fór út, var ég að labba út dyrnar, kíkti fyrir hornið, athuga hvort það var ísbjörn. Ef það var ekki ísbjörn, þá gæti ég farið út að leika mér. Og það var raunverulegur ótti. En þú veist, ef að ísbjörn hefði birst, þá hefðu mennirnir verið löngu búnir að fjarlægja hann. Já. En ótti hverfur þegar maður eldist, er það ekki? Hverfur hann? Nei, ekki hjá öllum.
Vegna þess að ótti getur verið mjög raunverulegur þegar við erum orðin fullorðin líka. Við getum óttast að missa einhvern nákominn okkur, við getum óttast að missa maka eða börn. Ég upplifði mjög raunverulegan ótta hérna rétt áðan þegar sonur minn sem er 3,5 árs og frænka hans sem er líka 3,5 árs og þau saman eru góð blanda, þau hurfu bara hurfu. Og við leitum að þeim út allt svæðið. Eftir 20 mínútur þá var ég byrjað að titra og Dagbjört byrjað að gráta og við bara vorum ofsalega hræddar. Það var bara vissum ekkert hvað þau voru. Við vorum búin að fara hérna eftir læknum og leita alls staðar. Þau voru bara hérna rétt fyrir ofan í hjólhýsi, Höfðavogakósi. En þetta var mjög raunverulegur ótti, ég var ofsalega hrædd. Þú veist bara, hvar er hann? Sumir eru mjög hræddir við peninga og bara óttast að vera gjaldþrot, óttast að hafa ekki nóg, bara óttast fjármál á allan hátt. Jafnvel þora ekki að fara að borga reikningarna sína eða opna einkabankann. Þú veist bara því að ótti við fjármál er mjög raunverulegur. Sumir óttast að missa vinnuna sína. Sumir óttast að missa stjórn á einhvers konar bara kringumstæðum í lífi sínu. Sumir óttast að veikjast á einhvern hátt og verða veikir. Sumir óttast höfnun, óttast að vera hafnað af einstaklingum, óttast að fólki líki ekki hvernig fötum maður er eða hvernig bíl maður keyrir. Sumir óttast jafnvel höfnun í hjónabandi sínu og óttast að maki sinn fari frá sér. Ótti getur verið mjög raunverulegur. Annað Tímóteusarbréf 1:7 það segir: því að ekki gaf Guð okkur anda hugleysis, heldur anda máttar, kærleiks og stillingar. Ekki gaf Guð okkur anda hugleysis. Ég fór að hugsa mikið þetta orð þegar ég var að undirbúa mig og var að hugsa hugleysi. Þú veist, þetta andstæðan verið að vera mjög djarfur að þora einhverju og meðalvegurinn er hugrekki. Hugleysi getur verið skilgreint sem of mikill ótti eða of lítið áræði. En Guð, hann hefur ekki gefið okkur hugleysi. Hann hefur ekki gefið okkur anda hugleysis. En samt eru mörg okkar sem að lifum í ótta, við lifum í angist og okkur líður ekki vel. Þegar ég var barn, þá var ég mjög oft hrædd, eins og það hefur heyrt. Þegar ég kynntist Guði fyrir einhverjum árum síðan, þegar ég var unglingur, eða svona 16 árum síðan, 16-17 árum síðan, þá var ég ennþá alveg ofsalega hrædd, mjög hrædd. Ég var oft lýst í þannig að þegar ég tók á móti Guði, þegar ég tók á móti Jesúni í líf mitt, að þá er þetta svona eins og hjartað í mér eins og hús, ég myndi mér það alltaf. Að þegar ég tók á móti Jesú, að þá kom Jesús inn í andirið, en lengra hleypti ég honum ekki. Af því að það var fullt af hlutum í herbergjunum í húsinu mínu sem ég bara skammaðist mig fyrir, sem ég vildi ekkert að hann var eitthvað að sjá. Ég var rosalega hrædd við fólk og hefði til dæmis aldrei staðið hér. Aldrei. Ég og Aron, við byrjuðum saman þegar við vorum 16 ára, verða 17 ára og ég man ennþá hvar ég var og við vorum þegar Aron stakk upp á því, sagði, jæja Gunna mín, eigum við að biðja saman. Og ég bara leit á hann og hugsaði bara, hjálp! Og ég bara frostaði og gæti ekki svarað og bara, nei, ég kann ekki biðja upphátt. Þetta var alveg hræðileg upplifun. En samt auðvitað gott að vilja biðja saman allt það, en ég bara þorði því ekki. Okkur Aron langaði mjög mikið til að þjóna Guði saman og við fórum að vinna í unglingastarfi á Selfossi, við fórum í biblíuskóla í Englandi og síðan með fórum við að leiða Hvítasunukirkjuna á Selfossi. En vitið það að ég var alltaf jafn hrædd. Ég var svolítið svona eins og Móse. Móse, hann sagði við Guð, nei, hvað ef þetta og hvað ef hitt? Þegar Guð var að segja honum að fara að leiða Ísraelsmenn út í Egyptalandi og birtist honum í brennandi runna. Og svo sagði Guð við Móse, nei, þá sagði Móse við Guð, nei, hvort var það? Hvort var það Guð eða Móse sem sagði að Aron ætti að tala fyrir sig? Snorri. Móse. Ég var svolítið svona sem Móse, af því ég hafði Aron til að tala fyrir mig. Svo mér fannst það mjög þægilegt. En já, það var mjög þægilegt að geta falið sig bak við Aron. Þegar ég sé hann var barn, þá langaði mig alltaf að hávaxinn mann, það var fínt að hann var breiðari en ég og hærri en ég. Þannig ég gat falið mig vel á bak við hann. En einu sinni var ég meira sér svo hrædd, þegar ég var orðin 21 og svo var að klára stúdentinn, þá kom ég of seint í tíma. Það var búið að loka hurðinni og þá þýðir það að tíminn er byrjaður, kennarinn er byrjaður að tala, allir eru sestir og ég þorði ekki inn. Það
Það var ekki séns ég þyrfti að opna hurðina og labba inn og láta alla horfa á mig. Takk eftir því að ég var að koma inn. Og vitandi svo ekkert hvar ég ætti að sitja og jafnvel ef ég settist einhvers staðar og vildi viðkomandi ekki hafa mig fyrir hliðina á sér. Þannig ég bara skrópaði, ég sem skrópaði aldrei og fór bara inn á bókasafn að læra. Þannig ótti fyrir mig var mjög raunverulegur. Ég var sérfræðingur í því að hafa áhyggjur og var hrædd og ef ég hafði ekki áhyggjur af einhverju þá hafði ég áhyggjur af því. Og þú veist, þetta var bara raunverulegt og mér fannst þetta bara vera eðlilegt. Ég var svo hrædd ef ég heyrði eitthvað vont í fréttum að þá jafnvel upplifði einhverja lömunartilfinningu. Ég man eftir því ég heyrði fuglaflensuna í fyrsta sinn að þá var ég búin að skipuleggja flótta á 2 sekúndum upp í fjall, upp á þríhyrning, byggja mig kofa, búa þar. En auðvitað ekki fuglar fljúga þangað, þá ætla ég að vera með byssu, skilji. Maður bara búin að ímynda sér alveg hvernig maður ætla að redda þessu. Margir vilja meina það að andstæða ótta sé trú. En ég vil meina það að ótti sé trú eða traust á vitlausa hluti. Ótti, já ég vil meina það. Ótti er trú eða traust á vitlausa hluti. Hvað ef þetta og hvað ef hitt? Hvað ef eitthvað kemur fyrir börnin mín? Hvað ef eitthvað kemur fyrir mannin minn? Hvað ef ég verð gjaldþrota? Hvað ef ég missi vinnuna? Þú veist, hvað ef fólk er að grína mér? Hvað ef þú veist, háraðan mér stendur upp í loft og þú veist, það verður að taka þetta upp á vídeo hérna á kotmóti. Þú veist, ótti getur verið mjög raunverulegur. En ótti, ég var svo rosalega ánægð því ég heyrði þessa setningu fyrsta sinn. Ótti, hann sýnir okkur í raun og veru hvað það er sem við metum mest í lífinu. Ég var rosalega fegin því ég heyrði þetta. Þangað til ég heyrði næstu setningu þar á eftir. Ótti sýnir þér líka hvar það er sem þú treystir Guði síst í lífiðinu. Þetta var svolítið svona högg í andlitið þegar ég heyrði þetta í fyrsta sinn. Allt í einu, já Gunna, þú treystir Guði ekki nóg. Þú treystir honum raunverulega ekki nóg. Lengi vel það átti ég ofboðslega erfitt með að treysta Guði. Ég trúði og mér fannst ekkert mála að treysta Guði fyrir öllum öðrum eða biðja fyrir öðrum og ég trúði að allt gott og yndislegt gæti gerst fyrir aðra. En ég trúði ekki fyrir mig. Í Biblíunni það segir, í Rómverjabréfinu 12:2, hegðið yður eigi eftir öld þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugafarsins, svo þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Páll segir, takið háttaskipti með endurnýjung hugafarsins. Háttaskipti er einhver breyting sem þarf að vera eiga sér stað. Er eitthvað nýtt sem gerist. Þú ferð að haga þér á einhvern annan hátt. Árið 2005, nú skilja okkur ég merkt Celebrate Recovery. Árið 2005 þá fór ég að vinna í sporakerfi, 12-sporakerfi. Og ég hafði þekkt mjög marga sem hefði unnið sporin 12 á einhvern hátt. Og loksins lét ég til leiðast og var örugglega fullt af fólki búið að biðja fyrir pastorsfrúna á Selfossi sem var alveg ómöguleg að hún færi í sporin. Og veitir það, ég fór að vinna sporin eftir einhvern ákveðin tíma, þá eignaðist Aron nýja konu og erum ekki að tala um hann hafi gift sig aftur. Þú veist, hann fekk sömu konu í sömu umbúðum, bara öðruvísa innan. Og Lídía, dóttir mín, eignaðist nýja mömmu, af því allt í einu gerðist bara eitthvað. Guð fór að leysa mig. Ég fór að horfast í augu við ótta sem var í lífi mínu og ég fór að viðurkenna hann. Ég fór að tala um hann. Og ég man eftir þegar ég kom að spori númer 2 sem að hljómar svona. Við fórum að trúa að máttur okkur æðri gæti gert okkur andlega heilbrigða nýju. Og fyrir mér þessi máttur einungis Jesús Kristur. Að við fórum að trúa að Jesús Kristur gæti gert okkur andlega heilbrigða nýju. Hann gæti gert mig andlega heilbrigða nýju. Ég þurfti að taka háttaskiptum. Það þurfti eitthvað að breytast í lífinu mínu. Og í hreinskilni sagt, það var þetta alveg rosalega mikill léttir. Það var svo mikill léttir að viðurkenna að ég væri óttaslegin, að ég væri hrædd, að það væri fullt af hlutum að plaga mig, að viðurkenna og vita svo af því að það væri fullt af fólki kringum mig sem hafði fengið að upplifa það sama. Að ég var ekki ein. Allt í einu, á þessari vinnu, þá byrjaði ég að vera öruggari í kringum fólk og óttinn stjórnaði ekki lengur lífi mínu. Ég gat meira að segja að fara að segja skoðanir mínar. Það hafði ég ekki haft áður.
Ég hafði engar skoðanir. Ég var alltaf sammála síðasta ræðumanni og var snillingur í að finna út hvernig fólki leið inn í herbyggi sem ég kom inn í og haga mér eftir aðstæðum, eftir því sem fólki leið. Allt í einu var ég örugg í bíl. Ég nefnilega var mjög bílhrædd eftir ég hafði lent í bílslysi. Og allt í einu bara, sama hversu langa leiði við Aron vorum að fara, þá bara svaf ég. Og Aron bara, já, konan bara sofandi, endalaust. Og flugið, ég var ofsalega flughrædd. Vegna þess að einhvern veginn voru bara allir í ættin minni flughræddir. Og það bara þótti eðlilegt. Vegna þess að pabbi minn hafði lent í flugslysi þegar ég var 5 ára gömul í Ljósufjöllum, þar sem að hálfsystir mín dó í þessu flugslysi. Ég man ekki eftir því, en alla tíð síðan voru bara allir flughræddir. Og þar á meðal ég. En eftir þetta, eftir að Guð leysti mig undan þessum ótta, þá hef ég ferðast út um allt. Og Guð hefur bara algjörlega tekið flughræðslu í burtu og lífi mínu. Á hvaða sviði lífs þíns ert þú ekki að treysta Guði? Hvar það sem þú ert ekki að treysta Guði? Það segir í öðru Tímóteusbréfi 1:7, þar sem ég var að lesa áðan, því ekki gaf Guð okkur anda hugleysis, heldur anda máttar, kærleiks og stillingar. Yfirskriftin á kvotmóti verið vakið, verið hugrökk og styrk. Verið hugrökk. Verið hugrökk. Til þess að standa í gegn óttanum, þá tvennt sem við þurfum að gera. Í fyrsta lagi þá þurfum við að viðurkenna. Við þurfum að hætta að fela óttan, einhvers staðar inn í hjartan okkar og láta sem hann sé ekki, halda fyrir eyrun og segja bara na. Óttin kannski þarna og hann kannski raunverulegur og hann til staðar og það besta sem við getum gert að viðurkenna hann. Það lang besta sem við getum gert. Í 4. spori þá segir, við gerðum rækilega og óttalaust siðferðileg reikniskil í líf okkar. Svo segir í Harmljóðunum 3:40, rannsökum breytni vora og prófum og snúum okkur til Drottins. Við viðurkenndu óttaðinn. Sama hvað það sama hversu lítill eða stóran viðurkenndan. Í Gamla testamentinu sagt frá Davíð konungi og hann að mörgu leyti svolítið uppáhald fyrir mig út af því að hann deilir tilfinningum sínum á svo raunverulegan hátt og segir svo nákvæmlega hvernig hann líður í sálmunum. Í sálmi 56, 2-5 þar segir, hlustiði vel, það segir Davíð, ver mér náðugur Guð, því menn kremja mig. Ímyndum okkur það. Ver mér náðugur Guð, því menn kremja mig. Liðlangan daginn kreppa bardagamenn að mér. Fjandmenn mínir kremja mig, liðlangan daginn. Ímyndið okkur hvað þetta erfitt. Því að margir þeir sem berjast gegn mér. Svo segir hann, þegar ég hræddur, treysti ég þér. Með Guðs hjálp mun ég lofa orð hans. Guði treysti ég óttast eigi. Hvað getur hold gjört mér? Hvað var Davíð að segja? Hann var að segja, ég treysti. Hann sagði, ég treysti. Hann sagði, þegar ég hræddur, þá treysti ég þér. Ótti raunveruleg tilfinning. Ótti getur komið í hvað aðstæður sem En við höfum alltaf þetta val að treysta Guði. En vitið það að trausta kemur ekki á einni nóttu. Traust kemur á því að eiga samfélag við Guð. Þegar við erum að kynnast fólki, ef ég var að kynnast einhverjum nýjum einstakling, þá var það ekki það fyrsta sem ég myndi gera að láta viðkomandi fá lykil á húsinu mínu eða passa börnin mín. Ég myndi ekki gera það. Ég myndi jafnvel láta einhvern fá lykil á húsinu mínu þegar ég farin að treysta viðkomandi. Að vita hver viðkomandi og bara eiga samfélag við viðkomandi. Og þannig þetta með Guð, að traust kemur á því að eiga samfélag við Guð. Davíð, hann átti samfélag við Guð. Og í Sálmi 34, versi 5, þá getum við lesið, ég leitaði Drottins og hann svaraði mér, frelsaði mig frá öllu því sem ég hræddist. Ég leitaði Drottins og hann svaraði mér. Veistu það að Guð vill gefa þér hugrekki. Guð vill leysa þig undan ótta og hann vill gefa þér hugrekki. Hann vill hjálpa þér að taka háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins svo að þú fór að reyna hversu vilji Guðs.
hið góða, fagra og fullkomna. Eitt af þessum verkfærum það að þú viðurkennir, og það eitt af þeim verkfærum sem Guð notar, að þú viðurkennir fyrir sjálfum þér og þú viðurkennir fyrir annarri mannesku hvað það sem þú ert að glíma við. Celebrate Recovery 12-sporakerfið verkfæri sem ég trú að Guð hafi gefið. Þetta ekki eina verkfærið, þetta eitt af verkfærunum sem Guð hefur í verkfæratöskunni, handa okkur. Og þetta verkfæri sem ég myndi ekki vilja lifa án. Alveg svo sumir kallmenn myndi ekki vilja lifa án einhvers verkfæri sem eru með bílskúrnum sínum og sumir myndi ekki vilja lifa án snjallsímansins og ýmislegt slíkt. Að Celebrate Recovery eitt af þessum verkfærum sem Guð hefur gefið mér og fleirum og þér ef þú vilt taka við því, verkfæri sem Guð hefur gefið til þess að leysa okkur undan ótta, til þess að hjálpa okkur. Ég hef fengið að kynnast Guði betur með því að nota þetta verkfæri. Ég hef fengið að komast í umhverfi þar sem ég get fengið að viðurkenna hver ótti minn Ég fengið að viðurkenna fyrir sjálfum mér, fyrir Guði og fyrir annarri mannesku og leið hef ég fengið að gefa Guða, fengið að kynnast honum betur og lært að treysta honum betur. Ég gengi gegnum mína dali, en ég hef alltaf þetta verkfæri. Verkfærið þarna til staðar, alltaf, ef ég vil nota það og ef ég vil grípa í það. Ég ennþá að berjast við marga bresti og ýmislegt sem að Guð oft að leysa mig undan, en ef ég gef honum leyfi til þess að laga mig, að vinna í mér, að taka í burt þessa bresti, að þá gerir hann það. Við þurfum að byggja upp samfélag við Guð til þess að byggja upp traust og leið og við byggjum upp traust að þá byrjar það að stjórna líf okkar, það að við treystum Guði í stað þess að ótti stjórni líf okkar. Og það gerist einungis með því að þú biðjir og þú talar við Guð og eigir samfélag við hann, að þú dveljir með honum í lofgjörð, í bæn, bara frammi fyrir honum, fara að kynnast honum sem persónulegum vin og frelsara. Og veistu það, í dag, að það langar mig til að skora á þig, mér langar til að skora á þig að viðurkenna. Mér langar til þess að þú skoðir hjartað þitt, skoðir hvað raunverulega í hjartaðinu. Þegar ég kom í kirkjuna upphaflega, þá hélt ég að allir væru fullkomnir. Ég hélt bara að vera ekkert að hjá neinum. Þess vegna fannst mér ofsalega erfitt að fara eitthvað að segja að ég væri hrædd við hitt og þetta þegar engin annar var hrædd nema ég. Alveg, mér leið nákvæmlega eins og Eydísi sem var að vitna hérna áðan. Þú veist, henni leið þannig að það væri bara allt í lagi hjá öllum nema henni. Mér leið þannig. Það var allt í lagi hjá öllum nema mér. En seinna mér fór ég átti með að það var ekkert allt í lagi hjá öllum. Það var bara fullt af fólki hérna sem var að glíma við ýmsa bresti, ýmsa sársauka og alls konar hluti í lífi sínu. Og oft þegar ég fengi að deila mínu vitnisburð og segja hver mín glíma var, þá var fólk komið til mínu aftur og svo, vá, þess að mér líður alveg eins. Svona líður mér. Guð vill leysa þig. Það getur vel verið að þú hræddu við fólk, það getur vel verið að þú hræddu við kringumstæður, óttist framtíðina, að þú óttist jafnvel fortíðina og það getur líka jafnvel verið að þú óttist að stíga inn í einhverja þjónustu sem Guð lagt þér á hjarta. En veistu það, að það eina sem þú getur gert að viðurkenna, gefa Guða og eiga samfélag við hann. Og þá mun hann kenna þér, hann mun hjálpa þér að eignast nýja trú á hann mun hjálpa þér að byggja upp traust gagnvart honum. Og þá getur þú sagt, nákvæmlega eins og Davíð, að þú sért ekki hræddur eða hrædd af því þú treysti honum. Davíð sagði, þegar ég hræddur, treysti ég þér. Og mér langar til að biðja þig, Maríana, að koma og spila og skulum lofa Guð saman. Og mér langar til að bjóða þér til að koma fram og ef það eitthvað sem þú óttast í lífiðinu, þá hvet ég til að stiga á móti óttanum við það að standa upp, stiga á móti óttanum við það að koma fram og viðurkenna hvað það er sem þú óttast. Ef það er eitthvað mjög persónulegt, þá hvet ég til að finna eitthvað sem þú treystir til að játa það fyrir. En við erum hér til að biðja saman. Ég trúi því að Guð vilji gefa okkur náð á þessu móti til þess að við göngum hérna út á mánudagsmorguninn eftir vitnisburðarsamkomuna og við séum með nýtt hugrekki í hjarta okkar, nýtt hugrekki til að takast á við kringumstæður í líf okkar
og nýtt hugrekki til að ganga inn í þá hluti sem Guð hefur fyrir lífið þitt. Þegar Guð hefur þjónustu fyrir þig. Guð hefur ekki bara kallað þig til að sitja heima hjá þér og hugsa, why me Lord? Eða af hverju ég? Af hverju fæ ég ekki taka þátt? Eða ég get ekki neitt, ég hef ekki neitt, ég hef engar gjafir, ég hef ekkert að gefa. Guð hefur gefið þér gjafir og Guð vill og þráir að þú noti þær og hann vill gefa þér hugrekki sem þarf til þess að noti þessar gjafir. Amen. Halleluja. Heilagi Drottinn minn, ég þakka þér fyrir Jesús minn að við fáum að standa hérna frammi fyrir þér í dag. Ég biðst Drottinn að þú megi hjálpa okkur að vera tilbúin til að skoða hjarta okkar, Faðir. Skoða ef það eitthvað í hjarta okkar sem við þurfum að gefa þér, Drottinn. Faðir, þú þráir að við séum laus, þú þráir að við séum frjáls, þú þráir að við lifum í trausti á þig og getum gengið fram í hugrekki. Drottinn, hjálpa okkur að viðurkenna, Faðir, ef það einhverju hlutir sem við óttumst í líf okkar. Sama hversu stórt eða lítið það Drottinn minn, hjálpa okkur að viðurkenna það. Og vilt þú leysa okkur, Drottinn? Ég biðst Drottinn minn ef það einhver einstaklingur hér inni sem óttast það að viðurkenna ótta sinn, af því að hann óttast jafnvel að þá gerist það sem hann óttist, að þú bara megi leysa viðkomandi, Drottinn, í Jesú nafni. Og ég biðst Drottinn minn að þú megi taka allan ótta í burtu og gefa trú og þú megi gefa traust inn í þennan sal í dag, Drottinn, og til allra þeirra sem að hlusta, Jesús minn, að Faðir, að nýtt hugrekki megi koma yfir kirkju þín á Íslandi, að óttin megi víkja og hugrekki megi koma, Drottinn minn. Takk fyrir að Drottinn minn að þú hefur ekki gefið okkur anda hugleysis, heldur anda máttar, kærleiks og stillingar, Drottinn minn. Anda máttar, kærleiks og stillingar. Ó, Drottinn minn, gefðu að við mögum öll segja, þegar ég hrædd, þá treysti ég þér. Þegar ég hrædd, þá treysti ég þér. Af því að þú, Drottinn, af því að þinn vilji, Drottinn, fyrir okkar líf góður, hann fagur og hann fullkominn. Og ég biðst, Drottinn minn, að þegar að fólk losnar undan ótta, þá megi það vera öðrum vitnisburður það hversu máttugur þú Drottinn. Hversu máttugur Guð þú Drottinn minn. Ó, Jesús minn, ég lofa þig, Drottinn. Halleluja. Halleluja, Jesús. Kúri bara rassandur og rassakýri handa, Jesús. Ó, Drottinn minn. Halleluja, Jesús. Hvet ykkur til að standa upp og lofa Guð. Ef það eitthvað sem þú ert að glíma við í lífinu og þú vilt fá fyrirbæn, þá býð ég þér að koma fram og við munum vera hér að biðja fyrir þér. Ég vil heiðra þig á meðan ég lifi, þar sem hjarta
Ég